var náttúrulega sko lífsbaráttuleikur fyrir Íringa í Skógarselinu móti Fram og þeir voru með 6 marka fórustu 2014 en okkur langar til að sýna ykkur bara hérna svona síðustu mínúturnar í þessum leik þar sem að ræður úrslitum. Leikurinn hann fái víti í stöðunni 26-26 og það er rúma 2 mínútur eftir og Íringar með bestu vítanýtingunni í deildinni og hérna en því miður fyrir þá klikkar þessu víti og Framararnir eru bara með meiri reynslu í sínu liði og þetta var ekki eini leikurinn í þessari umferð þar sem svona fyrirfram betra liði bara seig fram úr í lokin og þannig þetta alveg í blá lokin sko. Við sjáum hérna Dagur er löngu, hann veit nákvæmlega hvað er að fara að gerast þegar Rikki er undir. Þetta var ekki fyrsta svona markið í leiknum þar sem að Nathan missir hann undir sig og þeir verða að vinna betur hann Nathan og Robert. Alltaf hann að klára úti eða hver er vinnureglan hérna hjá þeim sko. Mér finnst þér rosalega oft misskilningur þarna, því miður. Svo sóknin sem þið geta jafnað að hún endar ekki vel. Nei, þið farið 7-6 hana og þessi sending á línuna, ég skil hann ekki alveg hana. Þetta er ekki færi sem þú ert að leita eftir. Þeir ætluðu að fara í 7-6 og þrýstæðast niður af því að Framararnir skiptu nú sinni 6-0 vörn í þessu leik og eru að spila 5-1 svona hálfgerða júkavörn. Og hann var bara inni þarna línumaðurinn til þess að byrja fyrsta og svo límaðast niðri og svo spilaðir og þá hleypur hann út af. Þetta var ekki skotið sem Bjarni var að leita eftir held ég. Þarna var þetta eiginlega komið og Framararnir náttúrulega nauðsynlegur sigur fyrir þá og Já, ef þeir ætla sér að gera einhverja klaufalegt fríkast þarna hefur ekki viljað brjóta, það eru einhverja 13 sekúndur eftir eða eitthvað, þeir fá fríkast og leikur þá bara búinn sko. Já, Framararnir spila þetta bara út. En það sem kannski gerði útslagið í þessu leik var Ingoma Breka í marki Fram sem að hann varði náttúrulega bara, hann er með 60% markúrslu. Hann kemur inn þarna í stöðunni 2016, hann lokar bara markinu, ég held að þeir skora ekki einhverjar 6 eða 7 mínútur í Íringar eftir hann kemur inn. Bara vera aftur og aftur á þessu tíma og hérna upp frá því fara Framararnir að spila miklu betri varnarleik sko. Þú veist, þarna er bara markmaðurinn að kveikja í stöður þetta beint út frá hendi ef eitthvað sem þú vilt að markmaðurinn taki en þú veist, varnarleikur Framara var miklu sterkari við það eitt að hann byrjar að verja. Og svo þetta hélt hann áfram að verja bara út leikinn og endar í 60%. Það hjálpar bara til í öllum varnarleik þegar þú ert með eitthvað sem þú ert allt í einu að fara að treysta og vilt bara, við gefum þessi skot og þú stýrir bara sóknarmönnunum strax ákveðna leið. Þú ert farin að finna bara stuðning fyrir aftæði með hverju skotinu og hann fékk bara valla á sig mark eins og þú ert að segja.